Já, ég með einhver afrita glærur og það stendur sæl og blessuð fjölmenningarsamfélagið kallar á safnkost sem endurspeglar samfélagið. Hvað á að kaupa, hversu mikið og hvaða tungumálum. Náttúrulega mjög gott. En en þetta er náttúrulega bara sama sagan alltaf. Það gildi góðra skráningar er aldrei ofmetið og í svona. En núna eru 9 tímar, þannig að það er líka gagnavísla og gæðaeftirlit, hvernig hvernig við getum nýtt þetta nýja tölfræði tól okkar í það. Og þetta tölfræði og gagnavíslutæki sem að við höfum verið að vinna að núna í vetur hjá Landskeri bókasafna. Og það náttúrulega byggðist af því að við höfum alltaf í gegnum tíðina verið mjög lagt mikla vinnu í tölfræði upplýsingarnar og þetta hefur eiginlega gera það alltaf á hverju ári það hefur alltaf verið mikið átak og og síðan þegar við komum í nýja gegni að þá tókst okkur nú að koma út með herkjum tölfræði fyrir 2022, 2023 og 2024 og Helgi Steindal var þar aðalmaðurinn en við gerðum þetta með mismunandi aðferðum þessi ár því við vorum að reyna að finna og tölfræði hún var brothætt, stundum voru eintökin dottin út og stundum var þetta dottið út og svona og þetta var bara eins og við segðum við komum þessu út, við gerðum þetta að svolítið veikum mætti en þetta var ekki sjálfbært, þannig að við urðum að ráðast í allsherjar endurhönnun á tölfræðinni núna síðasta vetur og við ákveðum að gera það í svona gagnagrunnstæki sem heitir Data Visualization og hluti af SQL, gagnagrunnsfjölskyldunni frá Oracle en þessi hugbúnaður hann byggður inn í gegni og þess vegna var bara borðleggjandi að nota það staðinn fyrir að kaupa einhver dýr leyfi og annað slíkt og reyna að byggja tölfræðina fyrir utan kerfið. Þetta var gæfuspor, tel ég. Þetta búið að ganga brösulega oft á tíðum og ég veit að mörg ykkar hafa skoðað tölfræðina og ég hélt nú svona erindi og við vorum að reyna að kynna og lentum í óttalegu brasi en málið það að gegnir og gögnin okkar eru í skýjunum og það eru vandræði með þetta skýjaumhverfi en það að verða betra og en auk tölfræðinnar þá bara opnuðust gögnin okkar. Þá höfum við sem sagt og við fengum rosalega fjölbreytta möguleika til að skoða og bera saman gögnin. Þannig að það alveg ótrúlegur fjöldi af svona gagnabreytum þarna á baki og sem að við getum skoðað og fengið út skýrslur og annað slíkt. Þessi skýrslugerð, þetta eru raungögn en samt ekki, þetta uppfært á hverju kvöldi og það bara eins og með vanskilalista og alla lista í kerfinu, þú getur aldrei fengið þau alveg í rauntíma, þau eru síðan í gær. Þannig að en það nú samt ansi mikil framför frá því að hafa bara gögnin frá því klukkan 23:59 31. desember hvers árs. Þannig að það mikil breyting og gerir það að verkum að það hægt að nota þetta sem rauntíma vinnutæki. Og þetta eru náttúrulega það sem við erum með í þessu, við erum með valingögn, við erum ekki alveg með öll gögnin og þarna í þessu analytics og einhverjir hafa verið að nota svona skýrslugerð og svoleiðis að þá svona oft samsett, það kannski höfundur og titill eða höfundur og MMS-ID og eitthvað svona, það svona verið að blanda hlutum saman og þannig að það eru óteljandi hlutir sem eru þarna inni en það eru alls ekki allir. Segjum til dæmis eins og meðhöfundur 700 sviðið, það ekki inni í þessum gögnum og þannig að við höfum ekki aðgang að því og þannig að þetta eru meðhöndlaðar upplýsingar, þannig að við getum ekki sagt, ég ætla bara að skoða þetta svið, þetta deilisvið og þennan vísi og bla, eitthvað þú veist. Við höfum kannski ekki alveg aðgang svoleiðis niður, heldur þetta svona einhvern veginn matríkt ofan í mann.
Og en það sem að við getum skoðað hvað býr á baki í Ex Libris Knowledge Center og þar er hægt að leita að Alma Analytics Subject Areas og þá getum við bara séð nákvæmlega hvað er þetta og þið skiljið þetta alveg jafn vel og ég sko, það er bara sagt í þessu sviði þá erum við með þetta og þetta og svo skilur maður ekkert hvað er þarna bak við þannig maður þarf að pröfa, er ég að fá það sem ég vill eða er ég ekki að fá það sem ég vill og þannig að það er mikilvægt að átta sig á því. Bara til þess að átta sig á hvernig upplýsingarnar hanga saman, að þá það, sko bókfræðin alltaf raunverulega í miðjunni. Af því að við byrjuðum að gera topplistana og topplistanir byggja á titlum, ekki færslum. Og síðan erum við með inntökin, með sko MMS ID sem getur verið sértækt innan þarna og svo inntökin, og síðan fara það niður í útlánin. Þetta er svona raunverulega svona virkar þessi gagnagreining og þú veist, við erum að vinna með útlánin, þá fyrir við alla leið niður, við erum að vinna með eintök og titla, þá fyrir við bara halva leið niður. Þannig að það er bara mikilvægt að svona sjá hvernig hlutinir hanga saman. En topplistanir, þeir byggja á titlum en ekki færslum. Og þannig að við höfum titil og við erum með margar bókfræðifærslur. Og síðan geta færslunar, sko, það er náttúrulega, þú veist, þetta hangið á alls konar inntökum og dóti, en síðan sameinast þetta allt í útlánanum til þess að ná útlánum á titil. Og það er ofsaleg framför af því að áður fyrr þá var það kannski bara ein bókfræðifærsla sem var með hæstu lánin og þú sást ekkert hvað var á bakvið og til dæmis höfundar sem eru með margar útgáfur, það hefur nú aðeins hægt á þessum útgáfum, er það ekki? Það var alltaf endalausar útgáfur, fyrsta prentið, önnur prentið, þriðja prentið og það var verið að skrá þetta allt í gegni og þeim að vita hvað. En þannig að við söfnum þessu saman á titil. Þannig að það kemur miklu sanngjarnara út fyrir rithöfundar sérstaklega eða contributors, þeir sem að gera hlutina og þannig að það byggir á titli og þið sjáu þetta í topplistanum, þá höfum við svona kóða yfir svona höfunda í svig á bakvið til þess að geta fengið hlutina einkvæma af því að titlar eru langt í frá að vera einkvæmir. Fyrir bókfræðina þá erum við með þessa valmöguleika sem eru til hliðar og þessir valmöguleikar eru í öllum útlánaskýrslunum og þeir eru líka í eintökunum og þeir eru, þú veist, þetta er mjög víða, þetta er eiginlega alls staðar í tölfræðinni að þú getur sem sagt, þú veist, fengið upplýsingar barnabækur og útlán í ákveðinni safndeild. Það er bara ekkert mál, þannig að þeir möguleikarnir sem við höfum í bókfræðinni sem náttúrulega stýrisviðin FIR og 008 sviðið og svo höfundasviðið og það eru kannski fleiri svið og það líka þarf að bara láta vita ef það er einhver svið sem vantar sem hægt að draga sko raunverulegar almennilegar upplýsingar út úr í svona skýrslugerð. Og tók ég nú bara efnistegund bókfræði, lítersviðið og að þetta náttúrulega byggir á, sko, þú veist, þið vitið þetta miklu betur en ég, sko, þú veist, í gamla daga þá var bara þetta MU og VFM, við þurfum ekki að vera að hugsa í þessi sæti, en núna þurfum við að hugsa það og það eru þessi sæti sem að stjórna náttúrulega efnistegund bókfræði sem er mikilvægt atriði. Og síðan náttúrulega 008 sviðið, góð kóðun í 008 stýrisviðinu, hún algjör gull og þar fáum við bókmenntaform, við fáum markhóp, hvort þetta sé barnefni eða fullorðinsefni og þar fáum við tungumálin sem æ meiri áhugi fyrir. Og þá getur við farið í tungumál og skoðað aðrar breytur, ekki bara út frá bókfræði upplýsingur getur skoðað aðra bækur eins og því með Akureyringana eins og hvað voru margar pólskar bækur lánaðar úr barnadeildinni að bókasafninu. Þú veist, við getum farið mjög langt niður
og við getum skoðað titlana sem liggja þarna bakvið. En svo ofsalega mikilvægt atriði, það uppruni höfundar og þetta algjört gull og að núna getum við fengið topplista eða útlán eða hvað sem byggt á uppruna höfundar, hvort að höfundur sé íslenskur eða erlendur, við förum ekki þar inn í öll löndin, það svolítil vitleysa, en það sem hefur alltaf verið beðið í topplistunum það hvað voru hvernig reiddi jólabókaflóðinu af raunverulega, hvað voru mestu útlánin á íslenskum höfundum þetta árið eða þennan mánuð eða hvað sem en meira sama hver útlánin voru á útlensku höfundunum, við erum alveg bara eins og við erum, en þetta svona fyrirspurnir sem koma frá utanaðkomandi rosalega mikið, en það sem náttúrulega uppruni höfundar, við vitum það náttúrulega, það sem sagt að það þarna fyrrivísir 4, það ekki 100 sviðinu og við þurfum að muna alltaf að við erum ekki með 700 sviðið að neinni og en vísanir, þeir fara ekki með yfir í Analytics, þannig að þá vorum við bara hvað getum við gert, hvernig getum við auðkennt íslenska höfunda og þá vorum við náttúrulega svo rosalega sniðug að þegar við fórum í yfirfærsluna 22, þá ákvaðum við að halda. Við vorum svo hrædd að við myndum missa eitthvað að þurfa að setja íslenska nafnið allt í deilisvið A, að það var ekki brotið niður eins og í gamla daga. Og þá ákvaðum við að færa íslensku nafnið samkvæmt gömlu hefðinni, skráningarhefðið, í staðbundisvið 995. Og þetta fór með yfirfærsluna og þetta skeður þegar færslur eru vistaðar. Og þetta gerur okkur kleift að greina á milli íslensks höfundar og erlends. Og þannig að alveg bannað að eyða út 995 sviðir. Og ef þið sjáið að það kemur aftur þar að vista, en það er ekki víst. Já, það kemur aftur, það er ekki hægt. Ef breytir þá kemur það upp. Ok, mikið létti. Bara vísin 4. Það skeður ekki neitt. Nei, það kemur það ekki. Þannig að þetta 995 eru svona upplýsingar sem að fólki finnst skipta máli, eru skemmtilegar og þú veist, og auðvitað koma svona fyrirspurnir frá kannski menntamálaráðuneyti eða eitthvað að ég vil fá að vita hvað voru mikil útlán á íslenskum barnahöfundum fyrir eitthvað ákveðið eftir landsvæði með eitthvað svolítið. Svona fyrirspurnir erum við að fá. Og já, þetta stendur alveg þegar fæstur vistu þessi sviði sjálfur hvað inn í allar íslenskar bókfræðifæslur. En það vantar ennþá 700 sviðið, en við vonum að þeir verði breytt, við höfum látið vita og við sjáum þetta svona listum að minna kannski koma einhver tíma að 700 sviðið komi inn í þetta Analytics. Og það svona hluti, við getum látið vita en við höfum enga stjórn. Og en það örugglega fleiri sem þurfa á þessu að halda, því að við erum ekki eina að nota 700 sviðið. Jöp, alveg að vera búin og bara þetta, þið sjáu 995, villa, já, villa, ég ætla nefnilega bara að vera að sýna ykkur villur. Þannig villa, hún ekki íslensk þessi kona. Og það bara hægt að kafa dýpra, við erum með óteljandi breytur og það eru bara alls þar hægt að skoða hvaða möguleikar liggja baki. Ég ætla ekki að fara að kenna ykkur þetta en það hægt að fá lista og upplýsingar úr öllum skýrslunum sem að byggjast á bókfræði upplýsingum. Og og við getum fengið lista, við getum skoðað dýpra einstakar fæstur, við getum hoppað beint yfir gegni, ekki alveg allstaðar, en til þess að fletta eftir titli eða höfundi og svo vitum við það að listar eru einstaklega vel fallnir til þess að sjá misræmi, bæði topplistarnir og aðrir listar. Þú sér, af hverju, þú veist, af hverju þetta barnaefni, af hverju þetta í þessari deild og hinni deildin, þá bara getur við skoðað færsluna. En villuskráning, hún verður oft mjög sýnileg og það bara garbage in, garbage out. Þetta hefur oft verið sagt á þess fræðslufindi skrásetjara
og það bara rosa mikilvægt að vanda skráningu á stýrisviðanum. Því þetta kemst allt upp síðir, sko. Og það var alveg rosalega mikið af fimleiðum villum þegar við kynntum þetta í mars. Það var allt bara, þú veist, maður horfði, já, er þetta barnabók, er þetta fullorðinsbók, er þetta skáldverk, tónlist, þú veist. En það bara eru svolítið mikið horfnar. Það bara búið að fara þetta bara eins og hvítur stórsveipur. Auðvitað eru villur. Ert þú sekur, Doddi? Ég veit fullt af seku fólki. Því að ég var alveg búin að segja við skráningara, ekki breyta, ég verð að vera með villur. Og en þetta bara þetta verður svo sýnilegt og sýnilegt strax ef það er villa og þá fá fólk bara leiðréttir þetta. Það bara skrásetjarar eru að leiðrétta út frá þessu. Það er alveg mjög greinilegt. Já, Kristín? Ég langar bara að benda á að þetta þýðir samt ekki að þurfa að hætta að vanda ykkur af því Ég ætlaði nefnilega eiginlega að hafa svona erindið, af hverju Hildur er flokkuð sem barnabók. Hún var flokkuð sem barnabók. Íslenskir höfundur er flokkað sem erlendur og svo framvegis, þannig sko þær ekkert barnabækur, svona fyrirspurnir fekk maður, en þetta allt búið að laga þetta. Og við eigum engar bækur á japönsku, en það kemur alveg bara, það voru 100 bækur á japönsku, við hefum aldrei keypt neina, af hverju? Það bara þarf að skoða, þetta vitlaus skoðun. Þú veist, þannig að það hægt að spyrja endalausra spurninga með þessu og bara nota þetta, kafa, það hægt að drilla sig niður og bara læra á þetta og þetta rosalega gott gæðastjórnunartæki og hægt að ná út alls konar listum. Og og ég ætla bara þakka ykkur fyrir og mér þótti við hæfi að setja þessa mynd. Þetta að Celsus bókasafninu í Efesus við Atli minn sem kom til þess að hlusta á mig í seinasta skipti því að hann aldrei vita hvað ég geri. Þannig að þetta var sem sagt, þetta var seinasta tækifæri til þess að reyna að átta sig á því og ég veit að hann verður margsvísari eftir. En við vorum sem sagt í ferðalagi Tyrkland og fórum og skoðum þennan stað og þetta var þetta þriðja stærsta bókasafn grísk rómverska heimsins. Þannig að það var bókasafnið í Alexandríu og svo var það bókasafnið í Pergamon og svo var það þetta bókasafn. En þetta bara framhliðin, það hrundi 262. Þannig að við fannst við hæfi að hafa það. Heyrðu, en að lokum þá vil ég bara 10-10 takka kærlega fyrir mig og bara notið endilega þessa lista og sjá þessa möguleika því að við erum með safnkostinn, við erum með bókfræðina, við erum með útlánin, lánþegana, það allt þarna og það hægt að tengja allt saman. Og svo verða náttúrulega einhver námski. Seinna, svona fara svolítið dýpra í hlutina. Heyrðu, þá þakka ég kærlega fyrir mig.